Já, velkomin að Rauðaborðinu í helgispjall. Þetta helgarútgáfa af Rauðaborðinu sem við höfum bara eitt langt spjall. Síðast töluðum við Stefán Jón Hafstein en núna ætlum við að tala við tvo menn, Ragnar Freyr Ingvarsson og Ingvar Sigurgeirsson. Og þeir eru feðgar. Það Ragnar Freyr, þessi með skeggið sem sonurinn. Já, hann var svo déskoti unglegur, það minn sko, hann getur nú alveg. Já. Herðu, en Ragnar Freyr læknir og Ingvar kennari, eða var kennari hríð, en já, prófessor. Ekki lengur. Já, hvarfst úr skólakerfinu inn í háskólann. 70 manni vísað á brott. Já, en hvarfst inn í háskólann úr kennslu. Já. Varst ekki að vinna á gólfinu, nema skammarhríð. Ég hef nú aldrei fram að ég hafi verið á gólfinu allan tíma því að bara það er mjög sérkennilegur minn ferill. Ég hef eiginlega í 50 ár, rúma hálfa öld, verið að fylgjast með kennslu og ég stundum að gantast með það að ég er Íslandsmet í því að fylgjast með öðrum kennurum kenna. Já. Ég hef verið við rannsóknir, ég hef verið að fylgjast með tilraunarkennslu, ég hef verið að gera úttektir á skólum, ég hef verið ráðgjafandi og sem sagt enn að heimsækja skóla. Manna fróðastur íslenska skólakerfið og þróun þess. Já, eigandi Íslandsmeti því að fylgjast með kennslu. Ég fylgst með kennslu. Ef þú ert vakandi, þá ættir að vera það. Já, ég passa mig haldið fullir einbeitingu, en ég hef fylgst með kennslu til dæmis, af því ég er nýbúin að telja það, í rúmlega 100, trúlega 130 grunnskólum. Setið þær í kennslustundum dögum saman og skráð niður það sem framfætt. Þannig að mjög þetta er til reynslu sjóður. Já, ég hef heyrti talað þetta og það var áhugavert að þú vitnaði svo mikið í litla skóla út á landi og svona munin á samfélagi í litlum skólum og stórum skólum og svona sín sem að maður ekki vanur að heyra. Já, það hefur atvökkast þannig ég hef mikið verið að vinna með svona minni sveitarfélögum og já, tekið bara sérstöku ástfóstri við fámenn á skóla. Það er mjög merkilegt að því ég er mikill áhuga maður það sem ég vil kalla skólaumbætur, stöðuga skólaþróun. En fullkomni kennari er ekki til, en fullkomnunin kannski markast af því að vera stöðugt að leita betri leiða. Reyna að gera betur í daginn í gær. Og það merkilega er að mesta skólaþróunin er oft í fámennu skólunum. Þú tekur náttúrulega framhaldsskólana, við erum held ég með 35 framhaldsskóla. Ef þú spyrðir mig í hvaða framhaldsskólum er mest að gerast, þá myndi ég trúlega nefna ef ég nefndi 10 skóla þá væru 8 fámennir. Skólar. Já. Þú lýstir svo áðan svona framþróunina, það væri eins og þetta væri kennarinn sem verður að byggja sig upp ef þið verður betri kennari. Þú ert ekki að tala kerfi sjálft, námskrána, struktúrin sem okkur kannski hætti til þess að ræða mest þegar við erum að ræða þessi kerfi, annars og skólakerfi og ekki síður heilbrigðiskerfi. Ég vil náttúrulega vera mjög eindregið þeirra skoðunar að kennarar eigi sjálfur að taka sem mest af þeim ákvörðum sem það þarf að taka námakennslu og þá í samráði við nemendur og foreldra og raun að finnst mér að svo skólaþróun sem ég vil sjá og hef sem betur fyrir fengið að sjá dálítið af, það er það sem að nemendur, það sem krakkarnir fá jafnvel að ráða viðfangsefnum sínum, velja sér viðfangsefni og móta þau og ákveða hvernig þau skila þeim frá sér. Það er eiginlega svo kennsla sem ég hef haft í mestu uppáhaldi og haft mest gaman að fylgjast með. En var það ekki svona línan sem var í tísku þegar þú ert að koma inn í kennslu fyrir 50 árum? Jú, þetta hefur gengið svona í bylgjum. Já, þetta kom aftur. Þegar ég kem inn, ég byrja að kenna, þegar ég er að kenna þér, svo heldur þið til að ég kenni þér í 10 ár. Þetta kannski segja frá því að séu svona eins konar hagsmunaárekstur, þetta gamli kennarinn minn. Og þegar hann kom, svo ég segi það nú, þegar Ingvar kom inn í kennslustofuna, að þá var eins og bara nútíminn kæmi inn í kennslustofuna. Það bara umbreyttist allt. Við höfum setið þarna eins og hafi verið gert bara í þýskum skólum í heila öld á undan og þá kom hann að inn og umbreytti öllu, raðaði stofunni upp á nýtt. Bjóð til svona grúppur í þessu. Við vorum alltaf að búa eitthvað til og teikna eitthvað og þannig að stofan var mjög fljótlega svona eins og hún væri svona under construction. Það var fullt af teikningum allar veggi. Það var sungið og við settum upp leiksýningar og þetta var bara, ef ég var ekkert að spurður að einhverja nútími kom inn í mitt líf, það var það að Ingvar byrjaði að kenna. Það var bara hannig.
Það var rosaleg breyting á hugafari, valdastöðu, hverju kennarinn og hverju nemendunir. Það var lýðræðisvæðing. Á þessum tíma gríðarleg vakning upp úr 1970 og gríðarlegur áhugi á skólaþróun og mikið í gangi. Og það var raunar að frumkvæði menntamálaráðuneytisins, Gylfi Þ. Gíslason, þá var þetta menntamálaráðherra, hann hafði frumkvæði því að ráðast í bara heildar endurskoðun á öllu námsefni í grunnskólum. Og ég eiginlega ánægtaðist þessu mjög snemma, var bara kallaði til 22 ára og fór að skrifa námsefni sem að leiddi mig svo aftur inn í skóla og í samstarfi kennara það hvernig þetta móta þetta námsefni áfram. Og það gríðarleg gróska þarna milli 70 fram yfir 80 þegar Ragnhildur Blessunin Helgadóttir, menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, kemur að og henni leist ekki þetta. Það eru glumtróði í kennslustofunum. Já, og er alveg upp ykkur sósíalista. Já, nákvæmlega, og ég var í stórum hópi sem vann að endurskoða námsefnis í sögu og landafræði og félagsfræði undir merkjum samfélagsfræði. Og einhvern veginn þá gekk það fjöllunum hærra að þetta væri einhver sósíalismi, en allar þessar hugmyndir voru sóttar til Bandaríkjanna, mest til Kaliforníu. Svo þá kemur stöðnuna tímabil og gengur svona í litlum bylgjum, en núna finnst mér aftur, sem ótrúlegt vegna þess að til þess bara álag á kennarastéttina hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum. Og ég gæti haldið langa ræðum það, en samt þrátt fyrir vaxandi álag, þá verðum við að sjá miklu fleiri dæmi kennara sem að fara upp úr hjólförunum og svona brjótast fram með svona lýðræðisleg. Akkur heldur það ekki að því að það svo ykkur breytingar í stefnu stjórnvalda eitthvað, er það bara annar tíðarandi og fólk horfir öðruvísi á sitt hlutverk? Ég giska á að stór hluti af skýringunni sé að það ungt fólk sem hefur menntað sig lengur og betur, jafnvel sótt sér menntun til annarra þjóða. Það líka þetta miklu auðveldara núna að miðla hugmyndum á milli kennara, og ég til dæmis mjög virkur á Facebook og ég svona hálfskammist mig fyrir það því að já, Facebook alltaf alvarlegt mál. Hefur slengt orð á sér. Eins og þarf ekki að ræða. Það stór hópur, ég ætla að segja 7.800 manns í hópi sem að ég hef með fleirum umsjón með, kallum það skólaþróunar spjallið. Og þar fólk mikið að miðla hugmyndum, það hefur prófað eitthvað, það hefur gengið vel og það segir frá því og það lætur jafnvel í þau gögn sem það hefur búið til. Og þá geta aðri nýtt sér það annarkvort beint eða óbeint eða látið að kveikja nýjar hugmyndir. Þannig að, og svo ég taki bara eitt dæmi að í gamla daga þá var unglingastigið, þegar ég byrjaði þá í gagnfræðaskóli, Gaggó, þar voru þessir gamlu kennsluhættir þar sem að kennarinn stóð upp við púlt og það voru yfirheyrslu aðferðir í gangi og krakkarnir voru teknir upp á töflu. Núna gríðarleg gróska á unglingastigi. Og ég bara trúi stundum ekki í mínum eigin augum þegar ég sé það sem þar á seiði. Þannig að tíminn að koma aftur sem að varðar? Það er ótrúlega margt samsvarandi. Góðurinn minn Wolfgang Edelstein sem að margir sem eru eldri í hettinni þekkja, hann leiddi þessa endurnýjun upp úr 1970. Gylfi Þ. Gíslason einfaldlega bara kallaði hann til Íslands til þess að stýra eða vera ráðgefandi. Og hann var mikill talsmaður svona framsækinnar kennslufræði. Og núna er einmitt nýbúin að vera að skoða það að nú verið að tala mikið hvaða menntun hentar 21. öldinni. Það svona bara rauði þráðurinn í umræðinni. Og það alveg ótrúleg samsvörun á milli þeirra hugmynda sem menn eru með í dag og það hvað veganesti sé best fyrir nemendur. Og Wolfgang Edelstein og Andri Ísaksson og Jóhann S. Hannesson og fleiri voru að tala upp úr 1970 og jafnvel áður. Erum við með svona mistu við tæki, fórum við ekki eins langt og við hefðum getað farið, hægðu og mikið á, eða erum við samfélagi bara, hugmyndaheimurinn bara reyfist í svona bylgjum, þannig að þetta varð að fara svona niður á tímabili, eða ef að línan sem að þú ert hrifin af, hefði haldið áfram, væri skólinn okkar miklu betri í dag, ef ekki að voruð stöðunum upp á 1980. Já, góð spurning, þetta mjög góð spurning. Ég held ég tristi mér ekki þess að það er almennilega, sko. Nei. Það alltaf á öllum tímum, sko, jafnvel á tímum, sko, þegar að menn koma fram og segja að við viljum ekki neitt rót, þá eru kennarar að þrefa sig áfram.
Þannig að jafnvel á þeim tímum þegar Ragnhildur Helgadóttir og fleiri voru með þetta andof gegn þessu breytingastarfi, þá voru samt kennarar sem voru að leita nýra leiða. Talandi kynslóðir, þú ert formaður Læknafélags Reykjavíkur. Það víst. Og það eru yngra fólk sem orðið formenn í öllum læknafélögunum. Já. Og mér finnst þið koma meira svona fram sem þáttakendur í umræðinu það hvernig heilbrigðiskerfið eigi að vera, séu að taka ykkur, veit ég hvað þau segja, svona sess sem að félögin höfðu ekki gert eins mikið áður. Við erum búin að vera í gegnum langt tímabila sem að hefur verið að tala heilbrigðiskerfið sem svona rekstur og svona utanfrá séð, grafum að sé stjórn yfir Landspítalanum, svolítið út frá peningunum þeir sem eru budduna en raddir þeirra sem eru á gólfinu og eru að sinna sjúklingunum ekki verið sterk. Er breyting, þetta liður í þeirri breytingu eða er þetta bara eins og oft vil verða að kemur ný kynslóð sem að tekur völdin eins og sagtir? Ég veit ekki hvað það sé tilviljun að hvort þau sem að taka völdin, sko. Ég held samt að ég held að sé ákveðin stemmingsbreyting sem sagt bara hreinlega meðal heilbrigðisstarfsmanna eins og þú talaði nú við hann Theodor vin minni og hann talaði einmitt svona ákveðina breyting. Já, náttúrulega við erum búin að við erum samferðamenn, ég og hann og Steinunen og Bekkja systir mín úr háskólanum og mikill vinur minn og þau bæði og svo ég segi, hann var meira sem með svona fyrir hrunskynslóð og eftir hrunskynslóð, einhvern veginn þannig að það væri komin kynslóð núna sem að bara kynslóð sem hefði tekið á sig hrunið og tekið á sig allar niðurskurðin og tekið á sig allar þjáningun í vonum þetta myndi lagast, að það sé komin núna kynslóð sem að bara ekki skuldbundin í þessum samningi einhvern veginn að taka á sig svona byrðar og halda bráðum endalaust. Já, ég held að það sé mikið rétt að við náttúrulega við sem erum að taka við náttúrulega búin að vera að horfa á þetta kerfi náttúrulega sem náttúrulega læknanemar, ungir læknar þar sem maður er bara að læra af umhverfinu kringu sig og svo erum við eigum við það sammerkt að við erum öll búin að vera sérfræðingar í cirka áratug og maður heldur þá að maður viti og geti kannski haft einhver áhrif og við erum held ég öll búin að reyna það að hafa áhrif í kringum okkur. Og ég held að við séum mikið sammála það að það hefur skort alveg stórkostlega að á heilbrigðisstarfsfólk sé hlustað og ég meina, ég er búin að vera heima núna á Íslandi í 6 ár og það verður að segjast það var ekki fyrr en í COVID þegar algjört öngþveiti ríkti og bara það var ekki nokkur maður sem vissi hvernig þetta leysa hlutina að það var í fyrsta skipti sem maður upplifði raunverulega að á okkur verið hlustað, fagmennina á gólfinu sem tölum við sjúklinga á degi hverjum. Og það í þessum... Af því að hinn höfðu engin ráð? Nei, það vissi engin neitt. Leita til ykkar í neyð? Já, það vissi engin neitt sjúkdóminn, það vissi engin neitt hvernig átt að bregðast við. Eina sem við höfðum voru náttúrulega bara harma fregnir út, bara hræðilega fréttir utan úr heimi og sem sagt hræðilega sögur frá Norður Ítalíu sem nú með glæsilegt heilbrigðiskerfi en fór alveg niður á hnén og ef ekki lengra. Það sem læknar grétu bara kvöldin eftir að hafa raunverulega ákveðið örlög fólks á bílastæðinu, það mætti fá öðlast lífið ekki. Já, þetta var hryllingur. Og þá voru þau samt með miklu stærri sjúkrahús og stærri gjörgæslur og það má segja þegar þetta blasti við hér, þá náttúrulega þá verður að segjast að þá var fyrsta skiptið sem ég upplifði það svona sterkt að það var litið til okkar fagmanna og við spurðum hvernig ætti nú að gera þetta. Og svo kom bara daginn að heilbrigðisstarfsfólk og þá er ég ekki bara að tala um lækna, ég er að tala um hjúkrunarfræðinga, heilbrigðisgagnafræðinga, lífeindafræðinga, bara öll flóran, hún hafði bara ótrúlega mikið til síns máls og þegar hún fékk að leysa þetta með þeim hætti sem þeim datt best í hug, þá fór þetta nú bara nokkuð vel og ef við tökum náttúrulega, við erum lítil eyja á Íslandi og okkur bar nú gæfa til þess að vera með annan fagmann í sem sóttvarnalækni og okkur bara gæfa til að hlusta á þau ráð sem hann gaf og á sjúkrahúsinu, það má segja var svo gæfa, það var hlustað á fagmenn og þeirra hugmyndur og hvernig við ætlum að tækla þetta þannig að það fór vel og svo náttúrulega má segja kom COVID í nokkrum bylgjum en við erum kannski svona farin að lifa með þessu núna og þá upplifum maður bara hreinlega að þetta komið í sama farið að miklu leyti aftur
þó að ég Hvað minnir með því að þessi komið Nei, ég saman? meina þó Það var hægt að hlusta á ykkur. Svona má segja, ég meina það er engin sérstök aðstæðjandi ógn, það er bara sömu gömlu góðu vandamálin komin aftur, þú veist, biðlistar og bráðamóttakan og bara má segja svona business as usual, þó verð ég að segja, bindi ég náttúrulega miklar vonir við nýjan forstjóra spítalans, að ég hef verið undirmaður hans áður og hef bara mikla trú á honum og En vandinn ekki sá að hafi verið sko vondir menn sem hafi verið forstjórar þarna. Nei, alls Þetta hefur ekki. verið bara vonlust staða. Já, ég meina við menn náttúrulega það er langt síðan að við töpuðum Keflinu sko. Þú veist, það er erfitt að segja nákvæmlega hvenær það var, en það er ábyggilega 20 ára hnignunarsaga, hvort sem þú tekur hana fyrir hrun, en ég meina það er alveg klárlega í hruninu og þó svo að stjórnmálamenn hafa eitthvað að reyna að bæta þetta upp, þá erum við bara svo langt á eftir og þannig held ég sé mikilvægt að maður segja einhverja stærðartölur til þess að fólk skilji hvað við erum að tala um. Þú veist, aldamótin voru 1300 rúm sem Landspítalinn hafði yfir eða rúm á höfuðborgarsvæðinu, þau eru 650 í dag. Við erum að fleiri heldur en við vorum aldamótin, það er örugglega búið að bætast 80.000 manns í hópinn og Svipaðu tekur bara bráðarými og annað slíkt. Já, ég meina það hefur holast. Svo hefur fólkinu fjölgað. Fólki er fjölgað. Bætast við. Já, og líka fólk er að eldast. Sem betur fer er fólk að eldast. Það er mikil gæfa. Og svo líka náttúrulega erum við með alveg ótrúlega magna ferðamönnum. Og við höfum bara ekki búið í haginn eiginlega á neinum vígstöðum. Þú veist, það er hvernig sem á það er litið, þú veist, heilsugæslan, hún er undir mönnuð og undir fjármögnuð. Við getum tekið heimaþjónustu aldrað, við erum langt fyrir aftan ef við tökum samanburðlöndin í kringum okkur, Noreg, sérstaklega Svíþjóð, Danmörk og England kannski. Hvað varðar endurhæfingu fyrir aldraða, ég veit ekki alveg hvort að við séum á þessari öld þar. Það verður fljótlega að þú myndir nefna eitthvað sem við erum góð í. Sem við erum góð í, ég meina. Eða sem staðan er góð. Það má samt, já, við erum góð að því leitinu til að við eigum frábæra fagaðila á gólfinu. Það erum við góð í og vegna þess að ef ég tek bara læknana sérstaklega, þá búum við að því að hafa sendt lækna bæði austur og vestur og til Evrópu, bara út allt í Evrópu og til Bandaríkjanna. Þetta fólk sumt hvert komið heim og borið með þessa þekkingu, það hefur blandast saman og þannig hefur orðið til smá gróska og það hefur skilað sér í því að á Íslandi þrátt fyrir allt þá hafa verið mestar líkur á því að ná 75 ára aldri óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við og svo hefur það verið þannig að það má segja kannski að kerfið bjóð það til að einu sinni voru heimilislækningar svona hræðilegt starf að fólk valdi aðrar sérgreinar. Þannig að við fengum kannski óeðlilegt magn af sérfræðilæknum tíma og ég held að það hefði skilað ákveðnum árangri að við erum með mjög mikið af góðum sérfræðingum hérna á landinu og svo núna náttúrulega hefa heimilslæknir stórelst núna, þá ekki nærði nóg. Þannig að við búum að þessu, við búum að því að eiga frábært heilbrigðisstarfsfólk, við erum með frábæra hjúkrunarfræðinga sem eru með gott háskólanám og sama hvaða land og berða saman við og ég hef unnið í 4 löndum þannig að íslenskir hjúkrunarfræðingar eru mjög vel menntaðir þannig að við búum að því að eiga gott fagfólk þannig að þegar þú veikist og kemur í okkar hendur þá gengur þetta oft ágætlega en maður verður varfið það þegar fólk talar heilbrigðiskerfið séð utanfrá og talar að hanga og biðlistum lengi, það getur verið bölvað og fólk talar illa heilbrigðiskerfið. Svo sleppur það inn oft af því að það er bróður svo veikt að vera inn að þá talandi Facebook, að þá tekur það mynd á Facebook af sjálfum sér og talar það hvað sé dásanlegt að vera þarna. Það er því að það er búið að investor svo mikið að tala illa heilbrigðiskerfið, svo hittir það hjúkrunarfólkið og læknana og þá á það ekki til orði yfir hvað við gott heilbrigðiskerfi. Þannig að þetta er sikkert heilbrigðiskerfið, séð það utanfrá og svo ef þú sleppur inn Já, ég meina þú veist, heilbrigðisstarfsmenn eiga það nú sameiginlegt að flest fórum í þetta starf að því við viljum sjá fólk. Ég meina mér finnst enska orðið sem sagt care, mér finnst það mjög gott. Umhyggja er kannski meira svona knúsorð en það að annast fólk, það er frábær vinna. Og það ætti að byggja heilbrigðiskerfið upp á því, þeirri hugmynd frá gólfinu. Það ætti að vera algjör. En það hefur ekki tekist. Nei, ég meina care og aðgengi, aðgengi mér mjög hugleikið, það að hafa
farið í gegnum þennan COVID-faraldur og ég fekk bara þá gæfi til að fá að leika þar kannski öll starra hlutverk en kannski margir aðrir og það var ótrúlega lífsreynsla. Þú varst með göngu til COVID. Já, ég var yfirlæknir hennar þegar hún var mótuð. Sem við vorum alltaf að segja hefur auðaborðið okkur fekk ekki nýsköpunarverðlaun þess árs. Ég man ekki hvað það var sem að fekk það. Það var eitthvað kalt sem að seldi bara fyrirtæki og skrældi það innan sem fekk nýsköpunarverðlaun. Já. En ég þessi staðista svona nýsköpunarverkefni sem Íslendingar hafa staðið. Já, og það virkaði bara mjög vel, en það var alveg rauði þráðurinn að það sem var kannski það sem sló á bálið. Það var það að við gátum sinnt sjúklingunum, við gátum fengið að ræða við þá og róa þá niður og kalla þá inn með skipulagðum hætti sem þurftu meiri aðstoð. Þó við vissum ekkert hvað við ættum að gera við það. Við vissum ekkert hvaða lyf virkuðu eða neitt, en bara það að geta nálgast fólk og sinnt í hvaða kraft það hefur. Þú veist, maður vissi alltaf að það hafði einhver áhrif. Menna, það gott að vera læknir sem hefur samúð og meðúð með sjúklingum sínum, en var aldrei til neinn mæling á það hversu mikilvægt það var. Þarna upplifði ég að við vorum komið mælingu, hvaða áhrif það hafði. Við erum búin að birta grein þess efni sem þú veist, hvernig spáin var og svo hvað gerðist í alvörunni. En það sem ég hugsaði að því ég á aldraða móður á þessu tíma, hugsaði, þetta leiði til þess að þeir muni gera það sama við öldrunarþjónustu. Að það mun þjónustan við mömmu mun byrja heima hjá henni og það verður fylgst með henni. Það ætti að vera þannig náttúrulega. Já, nákvæmlega var ekki gert. Já, það var mér þetta að huga þá það er það sem við viljum gera. Ég er búin að tala fyrir því sem ég kom heim, ég tók við kefluna Pálma yfirlækna á öldurinn sem nú farin á eftirlaun að hospital at home, að fara heim til fólks. Miklu auðvitað að fara þig heldur mömmu, ég get bara sagt það. Já, ég veit það líka. Þannig að það eru fullt af hlutur sem við viljum gera en fáum ekki hljómgrunn fyrir. Ég er með fullt af hver einasti heilbrigðisstarfsmaður, hver einasti læknir er með hauga hugmyndum. Það er bara, þú getur sett hvaða læknir sem er inn á stól og tala við hann hugmyndir, hann er fullt af það. Ég ætla að spyrja Ingur það, en áður en að því að þú ert að lýsa þessu 20 ára hörnunartímabili. Ef við myndum labba hérna út, ef við myndum spyrja stjórnmálamenn, annars saman hvernig við spyrja Íslandi, að þá er heilbrigðiskerfið að mikilvægasta sem við eigum. Af hverju er staðan svona? Ef allir eru sammála að gera eitthvað, þetta er eins og, er þetta ekki í biblíunni, allt sem mann vildi gera, gerðan ekki, og allt sem mann vildi ekki gera, það gjörðan. Við erum einhvern veginn þannig stöðu. Já, en alltaf það sem hjálpar okkur ekki er að við erum flóknasta kerfið sem til er. Það er erfitt að lýsa því hvað er gott í því, en það er auðvelt að sjá hvað er slæmt í því. Og það er erfitt að útskýra fyrir fólki bara það að þetta er gott, þetta er mjög gott, af því það tekur bara tíma að fá innsýn inn í þetta. Ég get sjálfur skilið að sömuleyti frústrasjón stjórnmálamanna. Þú veist að af hverju verður þetta ekki betra? Þeir eru búin að láta meiri peninga. Þannig að við báðum meiri pening og við fengum meiri pening, en það skilaði ekki til allir árangri. Það er bara vegna þess að það vantar að gera ákveðnar kerfisbreytingar. Það vantar náttúrulega meira fjármagn augljóslega. Það er ekki búið að veita nóg, nærriði nóg. Og svo þarf að gera ákveðnar breytingar á kerfinu, þannig að hver angi þess fær að vaksa og njóta sín, og ég hef alla trú á því að það sé hægt. Annars væri ég ekki að bjóða mig fram sem vera formaður Læknafélags Reykjavíkur, og annars væri ég ekki áfram á Landspítalanum ef ég tryði því ekki að það væri hægt. Það væri hægt, meinar að það náist sýnilegur árangur innan 5 ára? Eða viltu bara reyna, því það er bara sómasamlega sem maður getur gert, bara þetta áfram að reyna að ná í gegn einhver breytingum þó svo það kom ekki? Ég meina, ég hef trú á kollegum mínum og öðru heilbrigðisstarfsfólki, og ég meina, ef ekkert gerist, þá get ég allavega sagt, ég reyndi mitt besta. Ég meina, það skiptir máli held ég þegar maður er að reyna að hjálpa fólki, þó að það ekki virki, að þá allavega var maður að reyna að hjálpa því. Og þannig virkar það líka í kerfið í heild sinni. Ég starfin í þessu kerfi, ég vil búa til gott kerfi fyrir sjúklingana mína og alla sjúklinga, þannig að þeir fái viðandi hjálp, og ég vil hjálpa kerfinu líka. Sjúklingarnir eru kerfið, þannig að við erum til fyrir þau og við þurfum að þjónusta þau. Þannig að við verðum að hafa áhrif á það með þeim hætti sem við höldum að við kunnum. Þannig að ég ætla að halda áfram að tala og töða og reyna eins og ég get bara. Ingvar, hann er að lýsa því að fólki sem að vinna með sjúklingunum og
maður myndi ætla að hefði sko mest vit á því sem að gera þarna inni. Það er ekki hlustað á það og það er svona rýmar við það sem þú veist að segja áðan kennaran. Hvað veldur því? Ég man náttúrulega ekki svo vel aftur sko. Ég myndi halda að það væri líklegra að kennari og læknir hefði getað haft áhrif á sín kerfi fyrir 50 árum heldur en í dag. Að við séum einhvern veginn komin frá þessu og ég er bara veltaður með hvað veldur því? Þetta kerfi er ekki nægilega lýðræðislega uppbyggt. Sko, mín skoðun er svo að þetta er námskrána. Við gefum út aðalnámskrá. Getur nú samt margt hana, sérstaklega núgildandi aðalnámskrá sem hefur verið talað sem nýja námskrá lengi en hún var sett 2011 og aukinn 2013, þannig að hún er nú orðin býsna gömul. Í raun, sko, held ég að það taki því ekki að gefa út námskrár og það sé ekki þessu virði. Ég held að það væri affara sælast að treysta hverju skólasamfélagi, og þá er ég að tala kennarahópinn, stjórnendahópinn, nemendur og foreldra fyrir þeirri námskrá sem að mótið er á hverjum stað. En að því gæti maður þá sagt að við tækjum effortið og mannskapin sem fyrir í miðstýringuna og dreifa því afli út í skólana, þá fengjum við líka bara ennþá miklu betri skóla. En þú ert jafnvel að halda þig fram að skólanir eru bara betri eða þau myndir bara losna við miðstýringuna. Við erum náttúrulega ekki meira, sko, hvað maður segja, stórt kerfi utan þetta. Nei. Og eins og allir vita náttúrulega sem fylgjast með skólamálum, þá hefur menntamálaráðuneytið, ég held að vísu að það sé að breytast aftur með jákvæðum hætti en það hvarf mikið skólafólk úr menntamálaráðuneytinu. Í gamla daga var menntamálaráðuneytið tróðfullt af hvað maður segja, fagfólki, kennurum og skólastjórum. Þeir voru mjög fáir eftir fyrir nokkrum árum. Ég held að þetta sé aðeins að breytast. Hvernig fólk kom í staðinn? Ég hef stundum verið sem sko, fólk sem var duglegt kunni vel á Excel. Svo var stofnuð menntamálastofnun og hún hefur einhvern veginn ekki náð, hvað maður segja, að byggja upp nægilegt traust, það er bara þannig. Það er ekki traust á milli... Ekki nægilegt, en núna verð ég að segja eins og ég hef mikla trú á því að núverandi menntamálaráðherra, ég hef fengið tækifæri til að ræða á hann tvisvar og verða að viðurkenna það, ég hef aldrei kosið fram svona flokkinn og fór því nokkuð tortrygginn á hans fund, en ég verð að segja að mér líkuðu hugmyndir Ásmundar Einars það hvað hann hefur áhuga að gera mjög vel og hann hefur áhuga til dæmis á að þróa menntamálastofnun þannig að hún verði, hvað maður segja, lýðræðislegur stuðningur við skólana og sérstaklega kannski að skólar, það er svo mikið ójafnræði á milli höfuðborgarsvæðis eins og landsbyggðarinnar. Tek bara dæmi ef að þú átt í erfiðum samskiptum við einhverja nemendur, segja bara, þú veist að glíma við hegðunarvandkvæði, geðræna vandkvæði, nemendum erfiðar félagslegar aðstæður. Það var svo miklu auðveldara að ná sér í stuðning aðstoð. Það er fullt af fagfólki sem að þetta kalla til. Þetta er miklu erfiðara út á landsbyggðinni. Ég hef stundum tekið dæmi skólastjóra sem komst að því að unglingsstúlkur voru farnar að ég held að vera orðað bara eins og það var sagt, þær voru farnar að selja sig fyrir fíkniefni. Og það þurfti aðstoð. Og hvert átt að sækja hana? Jú, hún var sótt í næsta stóra sveitafélagið. Sálfræðingurinn mætti eftir 3 vikur og hafði það bara tök á að tala við aðra stúlkur. Sko þessu verðum við að breyta. Við verðum ekkert með að skapa meira jafnræði. Það getur ekki hafa verið tilgangurinn að barn sem alið er upp segja bara grípa handahófi Kópasker. Kópasker er mjög kær staður í mörgum ástæðum og það eru gjörólíkar sko. Stór staður í menntasögu síðustu áratuga. Já. Það er merkilegur skóli. Mjög. Og ég hef aðeins skrifað ritgerðum. Ég skrifa grein. Grófu upp gamla ritgerð eftir því, þú varst bara til ungur maður að skrifa mynda, eða ekki? Nei, ég er nýbúin að gera. Það varst ekki að vísa í einhverja eldri að... Jú, ég er búin að fylgjast, ég fekk að heimsækja hinn fræga grunnskóla á Kópaskeri og Pétur Þorsteinsson, ég bjó raunar heima hjá honum, það er bara einhver eftirminnilegasta
heimsókn í mínu lífi. Já. Pétur alveg dásamlegur skólamaður og var það áðurinnanleg kennaramenntun. Hann var einhver framsæknasti skólamaður á Íslandi sko, og lauk síðar kennaramenntun. Ég stundum gantast með það að ég beri ábyrgð á því að hann kláraði sitt kennarapróf. Þess að ég beitt hann alveg stöðu aðhaldi. Hvað gerði Pétur öðruvísi? Hann hafði svona skilning á því að börn eru einstaklingar, þau eru gjörólík, þarfirnar eru fjölbreyttar. Og hann hafði skilning á því að til þess að ná til nemenda þarf maður að tala við þau og hlusta á þau. Hann sat gjarnan með nemendum, það var svona miðrými, það var ákaflega skemmtilegur skóli, grunnskóla Kópavogsskýri, sem því miður skólahúsnæði hefur núna verið tekið undir annað brúk. Hann sat gjarnan með þeim í gryfju og kennararnir að ræða málin. Hvernig hefur gengið og hvað langar ykkur til að gera og hver eru ykkar hugmyndir? Varandi Pétur, skiptir ekki bara mestu máli hver Pétur var? Það var fordómalaus maður sem bara tók öllum eins og þau voru. Já. Heldur en eitthvað að væri hægt að teikna eitthvað módel í kringum? Gríðarlega vel lesin líka. Já. Gríðarlega fylgdist með og á mörgum djúpvitur eins og væri hægt að segja. Já. Og vel lesin í bókmenntum, vel lesin í heimspeki, fylgdist með bara því sem var ræst á baugi, vel lesin í sögu. En hafði þetta ótrúlega skemmtilega viðhorf til barna, forvitin börn, hafði áhuga barna. Ég hef stundum ekki sem dæmi að því að ég hef nú alltaf atfinnað því núna að segja sögur af svona framsæknu skólastarfi sem hefur heillað mig. Hann var á undan öllum öðrum að tölvuvæða skólann sinn og stofnaði síðar íslenska menntaneti. Hann lagði hennar grunninn að tölvuvæðingu íslenska skólakerfisins. Interneti kom eiginlega á Kópavogsskýr. Það kom frá Kópavogsskýri, það var tengt frá Kópavogsskýri, já. Nema að ég heimsæki skólann hans, ætli hafi ekki verið 1988, 87-88. Og þá var hann búinn að kaupa fyrir bara eigin fé nokkrar tölvur og búinn að ná í tölvuforrit. Og að morgni dags ég að flækjast þarna skólann, ég var að fylgjast með við mínar rannsóknir og var að fylgjast með krökkunum. Þá sé ég 2 stráka fyrir framan BBC-tölvu og þeir voru búin að ná sér í forrit sem hét Viking Expansion og var víkingaferðir. Og það byggðist á því að þú settir því spor víkinga sem að fóru frá Noregi og herjuðu vitt og breytt Bretlandseyjar og Írland. Og þeir voru svona rétt komnir upp á miðstig, svona 10-11 ára gamlir. Og þetta voru forritið, þetta er 1987-88, forritið, þetta voru svona myndir, landakort og svo heilmikill texti. Og þeir kunnu ekkert í ensku, ekkert. En af áhuga á að ná tökum á þessu, komast í landvinninga, þegar að komið var hádegi, þá voru þeir búin að ná algjörlega fullum tökum á forritinu, með því að spyrja Pétur og mig og kennarana og lesa í textana. Og núna læra börn alltaf ensku á hverju trúma? Núna læra börn alltaf ensku á hverju trúma? Já, nákvæmlega. Og það þessi, ég hef verið að tala mikið um einstaklingsmiðun. Það þurfa að ganga miklu lengra í einstaklingsmiðun. Það þurfi ekki allir að læra það sama. Að leyfa barninu að læra það sem hann vill. Já, og bara fái heilmikinn tíma í skólanum til þess að bara rannsaka það sem að barnið hefur áhuga að rannsaka. Ég tekið dæmi að því að það hlýtur að vera auðveldar að leyfa fólki að gera það sem hann vill í staðin fyrir að vera alltaf að beina því að gera eitthvað það sem hann vill ekki. Nákvæmlega, og hefur enga þarf fyrir og sér engan tilgang með. Eitt fyrsta dæmið sem ég heyrði þetta var Arnfinnur Jónsson sem var skólastjóri í Breiðholti. Sagði sögu af strák sem að ekkert réðstu við og alltaf í heimsóknum hjá skólastjórunum eins og oft nú með slíka peyja, nema hann uppgötvaði að strákur hafði áhuga á ljósmyndun og í þann tíð var myrkunarherbergi í flestum skólum, það var í Vogaskóla í gamla daga. Æfingaskólanum líka. Hann fer með strák niður í myrkunarherbyggi og kennur hann svona undirstuð atriði og mestan skólatíman á unglingastíðin þá fær strákur bara vera í myrkunarherbygginu og að taka ljósmyndir.
Nú það rannsóknarefni mitt sem að ég þarf að koma í verk að ég þarf að finna hver þessi einstaklingur en hann heimsfrægur ljósmyndari og ekki bara heimsfrægur á Íslandi heldur heimsfrægur ljósmyndari og af hverju náði hann þessu fram að því að hann fekk að það var ekki að tróða hann ofan í annað mót málfræði, algebru kvadratrætur en nú gæti verið svo að við myndum spyrja bara fólk almennt að þá myndum það trúa þessu svona út frá einstaklingnum en að út frá öllu kerfinu að þá fer fólk að svona efast að það verði nú bara glundroði út úr þessu að við verðum að hafa kontról á fólki að ef við sleppum fólki lausu að þá, ég aldrei náði alveg hvað á að gera þetta gerst ég hef alveg þá skoðun að það megi alveg fylgjast með skólum ef skólar fæ á að vera mjög sjálfstæðir en ég hef bara veltið með af hverju þessi tregða að hvaðan kemur þessi trú að svona ægi að reyna að tróða í fólk þekkingu sem að kannski vill ekki eða vantrú á því að fólk þroskist sjálft, kannski eigum við mest að hugsa umhverfið, kannski eigum við mest af því að hvetja kennarann, ef að skóli var eins og knattspyrnulið, þá værum við með sjúkranuttara til þess að kennarinn var í stuðinn á vellinum, en við gerum það ekki, heldur erum við frekar að segja alltaf við kennarann að hann eigi að, það fyrir eitthvað leiðilegur þjálfarinn allavega. Já, af hverju þessi, kannski þetta bara svona hugmyndalegt. Það alveg ótrúlega ef þú skoðar kvikmyndir þar sem að birtast senur úr skólastofu þá nánast gefið, það algjör undantekning að það sé ekki safnaðar uppbröðun, það setja allir nemendur oft stakir við borð fyrir framan kennarann. Þetta eiginlega fullkomin andstæða þess sem maður vill sjá, það líklega ekkert sem mælir með þessu fyrirkomulagi nema ef að öll kennsla á að vera það að nemendur að hlusta eða í samskiptum við kennarann. Innprenta þeim svona ákveði hierarki. Já. Þetta sama umstöðleiku í kirkjunni. Og í gamla daga var kennarinn á hærri palli. Og þetta oft kallað safnaðar uppröðun. Kennarinn einhvers konar predikari en ekki á hliðarlínunni eða þjálfari sem ég held að sé skemmtileg samlíking ofta. Ég held að það sé ótrúlega mikil samsvörun á milli frábærs kennara og frábærs þjálfara. Já. Þú talar þetta með upphækkunina að það var lýðræðisbylting í kirkjunni í Nóri og Svíþjóð þar síðustu aldamót sem gata sig þess að kalla leikmannakirkjan og heimir ennþá af þessu og sérstaklega í Nóri. Það er gaman að eitthvað eru að ferðast Nóri og eru ekki að gera það að fara í kirkjuna því að þá situr prestur bara út meðan safnaðarins. Honum dettur ekki hug að sitja annars það. Það væri litið á það sem bara eitthvað að maðurinn var orðinn hálf galinn. Það var að reykja sér þarna á einhverjum hól. Ég hef séð þetta er raunveruleg svona lýðræði og það er eitt sem hefur verið oft verið talað að skólinn náttúrulega það verið undirbúa krakka til þess að geta tekið þátt í lýðræðislegu samfélagi og þá þarf skólinn náttúrulega að vera lýðræðislegur. Nákvæmlega. En hann það ekki. Hann það víða og núna finnst mér vera mikill áhugi á lýðræðislegra skólastarfi. Ég get sagt þér ævintýralega sögur og það aftur að fámennu skóla. Á Bakkafirði var pínulítill skóli. Þegar ég kynnist honum þá eru 19 krakkar í skólanum, 3 kennarar. Og ég fylgist með 2 kennurum á unglingastigi sem ákváðu að leyfa krökkunum og raunar var það gert með skiplegum hætti. Það voru 11 kennslustundir af þessum 30 eitthvað sem að krakkarnir í skóla. Þá fengu krakkarnir að ráða sínu viðfangsefnum. Og á ég að gefa þér 2-3 dæmi það hvað þau voru að gera. Ein stúlkan var 12 ára, sagði krakkar komiði með ónýtt föta heima frá okkur. Og hún fekk 6 vikur til þess að hanna nýjar flíkur upp úr þessum gömlu fötum. Og hvernig lauk þessu? Jú, það opnað kaffihús, það hellt í pönnukökur eða vöflur eða steiktar kleinur og foreldrar geta komið og gamla fólkið í bænum og allir bara inn í miðrýmið þar sem sýning, þar sem krakkarnir sýna niðurstöðu verkefni sína og hvað gerir þessi stúlka? Jú, bekkjarsyskin hennar hafa tískusýningu þar sem þau sýna flíkurnar sem hún hefur hannað. Við sama atburð þá sykursjúk stúlka sem hafði ákveðið vegna þess að henni fannst krakkarnir skólasystkini sín og líka kennararnir ekki vita nægilega mikið sykursýki. Hún búin að setja upp heilmikla
sýningu á ýmsum þeim hlutum sem að sykursjúkir þurfa að umgangast. Hún búin að semja leiðbeiningabækling fyrir þá sem ekki þekkja til. Og hún endar sem sagt fyrirlestur sinn á að sýna hvernig maður mælir sig. Og þetta var á sýningu fyrir fóreldrana. Já. Ég fór svolítið aðeins aftur var 12 ára því að hann var líka með það, sko. Hann dró fóreldrana og það voru sýningar upp í kennslustofu og svo var labba niður í kjallara þar sem að voru flutti tónleikar og farið með rekum Íslandsklukkuna fyrir fóreldrana. Já, Eyjólfur Kristjánsson. Hvað var það gamalt, það varst ekki bara kornungur? Þegar ég að kenna þér, það var 21 árs. 21 árs. Svo ég byrja að kenna með full kennarréttindi 19 ára gamall og þá voru elstu nemendur mínir 15 ára. Sko. Þú sér það ekki mikill aldursmunur. Nei, við erum jafnaldra, sko. Það er eiginlega þannig. Er þetta ekki 61? Jú, ég er 61. Ég er 61 og er 61. Það er 10 ára milli. Þannig að það eru kornungur. Ragnar, þetta með lýðræðið, nú er svolítið verið að tala að nemendurnir eigi að ráða og við höfum svolítið verið að tala að sko heilbrigðisstarfsfólki og læknarnir eigi að ráða, það er svo illa að koma fyrir ykkur, en sjúklingarnir. Mega þeir ráða einhverju í þessu kerfi ykkar? Eða er þetta... Ég menna sjálfsögðu. Já, er það svo? Ég menna mikið byggt upp með þarfir sjúklinga í huga og ég er bara mjög hrifinn af því að sjúklingar til þess eigi sinn fulltrúa þegar verður að þróa nýja þjónustu, taka upp meðferðir, hafa áhrif á það hvernig hlutin eru settir upp. Ég meina, kerfið er sjúklingurinn og við erum fyrir sjúklingin, þannig að það að hafa hann ekki með í samtalinu, það gengur náttúrulega ekki upp. Það er nú frægt svona í kúltúrnum að engi skilur læknirinn og það skilur einhverjum hvað hann skrifar eins og reseptið og svo þessi fjarlægð læknisins frá sjúklingum. Já, ég held að það sé bara mikið breytt. Þegar maður nú vinn ég með króníska sjúkdóma, ég vinn sem lyflæknir á Landspítalanum, bara það, og svo vinn ég sem gigtalæknir á stofu. Og það er þannig að þegar þú ert með krónískan sjúkdóm, þá áttu þinn lækni og við eigum í sambandi til langs tíma. Og ég segi ofta mína sjúklinga sko ég get verið vinuðinn núna næstu 35 árin, þá fer ég á eftirlaun og ætla að finna einhvern ungan handaður. Og þetta skiptir alveg ofboðslega miklu máli að eiga góðan díalóg og gott samstarf við sjúklings, annars næst ekki neitt. Ég segi líka oft til fólk að það er með mig í vinnu til þess að veita sér góð ráð og vera hann handar þegar eitthvað út að bregður. Ég er starfsmaður sjúklingana minna. Og þegar maður nálgast viðfangsefni, ég held að þegar maður nálgast viðfangsefni með þeim hætti, þá eru meiri líkur á því að ég geti haft jákvæð áhrif á það komir í rannsóknir og viðtöl og takir lyfin þín og þegar þú segir mér frá hvað gengur ekki upp, þá er ég meiri líkur á því ég bregðist við því. Og þannig ég bara trúi á þessa nálgun, svona samvinnu við sjúklingana mína og sérstaklega eins og ég kom að náðan, sérstaklega þetta þegar ég uppgötaði þyngdina á aðgengi, hvað það hefur ótrúlega mikið vægi, að það breytti því hvernig ég stunda læknisfræði, bara full með miðaldurs árum, þá ákvað ég að taka upp bara nýja nálgun hvernig ég reyna að bjóða upp á mig fyrir mína sjúklingu og ég er að vona það að skila einhverjum ára. Þá að vísa bara í COVID-árin? Já, svo má segja líka að það hefði mikið... Svo breyttist bara í fyrragerð, bara fyrir 2 árum? Ég held ég hef alltaf verið fyrir eitthvað þjónustulundaður, en ég held ég hefði þarna sástu þetta bara... Þarna bara kom vikt á það og svo má ég segja á sama tíma, eftir fyrstu bylgjuna, þá náttúrulega var maður mikið hugfangin af þessu. Og þá var mér sendt podcast utan úr heimi, vinur minn sendi mér podcast því að við vorum eitthvað að tala þetta og hann sendi mér podcast af sögu í Alaska, Nuka Foundation of Care og þar hefur læknir sem heitir Douglas Abbey stýrt í umboði Indíána og innfæddra þróun heilbrigðiskerfis liðin 25 ár og hann í samstarfi við sjúklingana, við aðra heilbrigðisstarfsmenn hefur umbreytt algerlega, hann hefur lyft heilsufari, ekki hann, þau öll sömul saman hafa lyft heilsufarinu frá því að verma neðri raðirnar í flestum málaflokkum ég nú að verma efri raðirnar og ekki bara það, það er frábært
en ekki bara það að það er sjúklingar ánæðri og heilbrigðari, það er líka miklu ódýrara. Það sýnir sig að og það er náttúrulega ekki voðalega sexy, skilur þú veist, það er rosalega gaman að beita líftæknilyfjum og dýrar aðgerðir og gjörgæsla og hátækni og það muni leysa allt vandamál. Semst, það sem er the secret, þú veist, leyni efnið í því að stuðla bættu heilbrigði, það er að tala við fólk. Það er að vera ínávanlegur. Þetta er svona lýðræði. Svipað og ég meina og þetta er bara Kerfið virkar best ef það er lýðræðislegt. Ég bara tek heilsögrandi það en þessi maður hafði svo mikil áhrif á mig þegar ég hlusta á þetta eina podcast að ég hafði samband við hann og við erum búin að vera í heilmiklum samskipti. Ég bauð honum til Íslands, hann komst nú ekki en hann hélt rafrænt erindi á læknadögum núna daginn hvernig það var í mars og ég ætla að reyna bara að halda áfram að tala við Douglas Abbey og reyna og þannig ég trúi mikið á þetta með góða aðgengi og góðu samtali og ég meina og það þá lýðræði svæðingu að hvernig sem orðum að þá held ég bara hreinlega að við náum betri árangri að bæta heilsu sjúklinga okkar og kannski vil maður hætta að orða sjúklinga með þess að segja skjólstæðingar eða vel einhver önnur orð til þess að sýna við sem meira að spila á jöfnum velli, á jafningja grundvelli. Ræðið þið saman kerfin sem þið vinnið innan? Já. Hefurðu lært eitthvað af pabbaðinum sem þú getur nýtt þér í heilbrigðiskerfið? Já, það verður að viðurkennast bara liðin ár. Hann er dellumadur, þú veist það kannski. Hann fekk áhuga á eldamennsku. Já, ég var aðeins tengst því. Og þjóðin hefur eldað fiskisúpu feðgarna. Og þjóðin var við það. Nei, ég er algjörlega ég hugsa eiginlega ekki neitt annað en heilbrigðismál, það er bara eina sem kemst að það er að lesa starfsemistölur og það er að lesa Excel-blöð því með gegnum Excel getur maður þá alltaf tjáð sig við fólkið sem ræður Hvað veldur þessum áhuga? Er það vegna að þú sást eitthvað þú sást eitthvað sem væri möguleiki á að breyta ykkur og sást svona aflið í því Já, ég held það. Það er að verða fyrir svona ákveðin hugljómun. Já, ég meina, læknisfræði finnst mér alltaf ógeðslega skemmtileg. Og það er rosalega gaman að vera læknir alla tíð þótt það. En svo náttúrulega bara eins og maður er að læra og svo getur maður sagt að það tekur langan tíma að finna sig sem læknir. Og það var raunverulega ekki fyrir en ég flutti heim til Íslands að ég náttúrulega veit ekki hvernig aðrir upplifðu það, en það var þá sem ég upplifði hvað er að vera læknir viðkomandi. Hvað það er að þegar einhver setur bara tröst fyrir Jesús, ég held að ég er búin að slökkva þessu hérna. Þetta er ekki verið að kalla það á aukavakt? Nei, þetta var félagið minna. En hérna, þetta vera læknisjúklingum, hvaða þýðingu það hefur. Og svo náttúrulega, og það hefur verið mér hugleikið lengi, og svo bara fekk það bara stærra hlutverk, stærri þátt í bara mínu lífi þegar þessu fari ekki nú COVID-faraldurinn og þetta. Þannig að núna bara, ég vil gjarnan reyna að hafa áhrif á samtalið sem í samfélaginu, hvernig fáum við það besta fyrir skjólstæðingu okkar á sem mest gæði á hagkvæmastan hátt þannig að heilbrigðisstarfsmennirnir séu upplifi sig að þeim líði vel í vinnunni að séu virtir sjúklingur séu virtur já, bara að starfsmennir líka vinni á góðum vinnustöðum þar sem þeir finna kraftar það er þakklátt að það mæti í vinnuna og það er þetta bara sem á hugminn allan því að þetta skiptir svo miklu máli það eru ofboðslegir hagsmunir undir þetta er stærsti einstaki málaflokkurinn sem við eyðum peningum í sem samfélag og það er bara, mér langar til að reyna að viðra þá mínar hugmyndur og leggja mitt á vogarskálunar hvernig við fáum það besta út úr því sem við leggjum í það. Það var hérna fiðluleikari sem heitir Rá, ég held að segja þá lífi, háaldraður, frá Venezuela og það held ég að vera 1971 þegar hann horfði á svona vandamálin í samfélaginu. Það var pólitísk upplausn og efnahagslegt hrun og stjórnsýslu vandi og þú veist og hann sagðist það að hugsað og séð að það er líklega sameiginleg rót að þessu öllu og það er svona andleg rót og hann var fiðluleikari og hann hugsaði eina lausnin á því er annað guð sem ég veit ekkert eða listin. Þannig hann stofnaði tónlistarskóla í fátækrahverfunum
og sem heitir El Sistema og varð fyrir nokkrum árum svolítið ábyrgð. Hann Dudamel sem aðalstjórnandi í LA symfóníunni, hann úr þessu. En hann var nú reyndar millistjórnarstrákur, en það eru samt komið þannig og var Bóli var ungmennahljómsveitin fór víða heim. En út úr þessari hugljómun hans kom eitthvað. En ég með datt þetta þegar ég var að hlusta á þig að því að sko að það svo meinið sé einhvern veginn svona næstu eins og svona andlegt að við séum að horfa og leita að svona bara vitlausum hlutum sko. Lausnin bara allt annars, það á annarri vídd sko. Já, ég held samt að þetta sem voru andlegt ekki trúarlegt í þessu skilningi, heldur svona eins og tilvistarlegt að við verðum að vita hvar við erum og hvar við stöndum og til hvers. Þeir voru að ræða samtalið. Ég hef alveg ofboðslega trú á samtali og hef undanfarin ár verið að beita mér fyrir því að kennarar hætti sem allra mest að vinna einir fullorðnir með börnum og það sé gerða á þessu breyting þannig að það séu 2 eða fleiri með þá bara stærri hópa. Það ekki svolítið að komast í tísku? Jú, og þú varst að spyrja mig áðan skýringar á gróskunni núna. Ég var svona gerjaðist svona með mér að kannski væri þessi aukning á teymiskennslu, ein skýringin á aukinni grósku. Vegna þess að það náttúrulega allt annað að vera að kenna hópi nemenda og setjast svo niður að kvöldi eða eftir kennslu og ígrunda hvernig gekk eða ef að við værum hér saman í teymi og hefðum verið saman með hópnum að við ræddum saman það hvernig gekk, komum með ólík sjónarmið og leggjum línurnar varðandi framhaldið. Sem lífsnauðsynlegt. Það segi ég að því að á ritstjórnum að blaðamaður verður að hafa fréttastjóra til þess að tala við. Þó svo fréttastjóri segi ekki neitt. Sko. Og kollega og eitt af því sem annars bara springur á hausinn. Sko. Eitt af því sem ég séð af samræðum við Ragnar þessi áhersla sem að læknar leggja á samráð. Ragnar alltaf að bera einhver tiltekin mál eða greiningar undir aðra. Og ég held að þessi útbreiðsla á teymiskennslu, ég raunar búin að rannsaka það, ég fylgdist með hérna í 12 skólum innleiðingu teymiskennslu frá því að kennarar voru að kenna einir og þangað til að þeir voru farnir að vinna með öðrum. Og hvað breyttist? Það er bara alveg ofboðslega margt. Það er meira, þrátt fyrir vaxandi álag, sko, það er miklu erfiðara að vera kennari í dag en það var fyrir 30-40 árum. Það er miklu erfiðara af margvíslegum ástæðum eins og ég nefndi áðan. Það er bara, þú hefur þennan stuðning, það eru ólíkir einstaklingar, það kemur hver og einn með sína styrkleika og á móti fólk með kannski aðra styrkleika, þannig að veikleikar mínir, þeir skipta minna máli. Við getum skipt með okkur verkum. Þú getur tekið samfélagsfræðina eða leitt það og lagt hugmyndir fyrir okkur. Eða ég get tekið það í þessari viku og þú í næstu. Einn af okkur er trúlega, á auðveldast með að, ná til strákana eða stelpna klíkurinnar. Einn af okkur hefur mesta þekking og einhver tilteknu sviði. Þetta er einfalt mál, betur sjá augun auga, sko. Og ég er að fara mikið á milli skóla og ræða við kennara sem eru að byrja að vinna í teymum og ég sé bara mjög góðan árangur af þessu. Krakkarnir eru líka káttir með þetta. Ég rætti á 300 krakka það hvernig er að hafa 2 eða 3 eða 4 eða jafnvel 5 kennara. Það var aðeins 1 barn sagt að sér fyndist starfuglandi. Öll hinn hafa sagt þær eru miklu skemmtilegri 2 eða þeir eru miklu betri saman en sundur, sko. Svo ég vitni bara í börnin. Kannski síður þessi hlutverk sem er einn með börnin, að það sé betra að losa fólk undan því að vera í því hlutverki. Að vera eini klerkurinn í sömnum. Já, og þú lærir náttúrulega heilmikið af því að sjá aðra kennara kenna. Ég meina, einn er kannski með hóp og er að leiðbeina og þú ert tímabundið áhorfandi. Og þú sérð hvernig viðkomandi nálgast þetta hugsanlega öðruvísi heldur en þú. Þannig að læra læknar að horfa á aðra að gera það ekki? Jú, sannlega. Ég talast að ég náttúrulega vinn líka á Landspítalanum og vinn þar með mjög mikið af ungum læknum, sérnámslæknum sem er að verða í sérnámi. Ég segi alltaf að læknar eru bestir í tvendum, sko, pörum, sko, þess að ég náttúrulega hef mikið starfasaðdáandi. Þannig ég segi alltaf að Jedi Knight and this young Padawan. Þar verður, þetta er náttúrulega grín þessi samlíking, en þar verður ákveðin dýnamík til þegar maður fer með yngri kollega og skoðar sjúkling
ég held að það er alltaf skemmtilegt, ég ger þetta líka á stofunum minni, þá er stundum ungur læknir að vinna með mér og hann þá talar við sjúklingin fyrst og svo eigum við samtalið greininguna fyrir framan sjúklingin, þannig að hann heyrir hvernig við rappum saman ástandans og getur skotið inn í og verið með í samtalinu. Það er ótrúlega velunandi móttaka og sérstaklega ég vinn mjög mikið með innlaða sjúklinga bráðamóttöku og þar vinn ég með ólíkum sérnámslæknum sem það ábyrgi fyrir að innskrifa nýja sjúklinga og meta og bera undir og mér er alltaf langskemmtilegast að fara með yngri kolleganum og vera með honum þegar hann metur sjúklingin og svo eigum við samtal þetta. Það er eitthvað skemmtilegt við þessa kemíu. Fyrst menturinn á milli í svona persónulegum ég læra þeim eins og í gildunum í galanda mjötum. Já, það er líka fullt sem þau kunna sem ég kann ekki, þannig að ég get haldið mér ferskum og Ég var lengi í ritstjóri og þá vorum að raða saman ritstjórnum og þá skipti máli að hafa kannski svona þriðjungin með mikla reynslu og mikla dómgrind, þriðjungin sem var kannski búið með svona 4-5 ára reynslu og raunverulega gat allt en átti eftir að gera hluti og svo þriðjungi kannski nýliða og það verður dýnamík út úr þessu því að það þarf að blanda svona hópin. En ég man ekki, ég ætla að teymiskennsla upp af henni húsnæði skortur í bandarískum skóla. Ég þori ekki að segja þess að sögða því ég gæti verið að þetta sé frekar tengt opna skólan var það ekki þannig að ég heyrði þess að sögðu þannig, þú leiðir þetta það var fjölgun í skólanum og ekki til nægt rými þannig að það var eina húsnæði sem var laust var gamall leikuminnsalur og þá var að spurningi hver vill taka sér að kenna þar og þá rétti einn upp hendina sem að samkvæmt sögunni þá líklega sá kennari sem mest tilbúin í einhverja breytingar. Svo árið eftir að það var ekki þetta skána, það var ennþá vantaði húsnæði og þá var sagt að við verðum líklega bara að hafa 2 bekki inn í leikuminnsalnum, gamla og hver vill kenna með honum John og þá rétti annar upp hendina og þeir fóru og kendu saman þessum stóra hóp í teymiskennslu líklega bestu kennararnir sem voru tilbúinir í breytingar í skólanum og úr því verður þessi bylgja sem núna teymiskennslu til allar heim. Svona heyrði ég söguna, hún kannski aðeins tilfærið mér. Já, ég gæti tekið list þetta ég man til því að ég var að fylgjast með upp í Borgarnesi, dásamlega skóla og þar kom upp myglumál, þannig að það þurfti að rýma bara allmargar kennslustofur og það var ekkert rými fáanlegt annað en það var að fara út í Hjálmaklett, þar sem að menntaskólinn þar var náttúrulega ekki hægt að komast inn í skólastofur, þannig að kennarar og nemendur fengu annars vegar salinn og hins vegar mikil húsakynni í kjallara skólans, heilmikið opið rými þar sem alveg félagsstarf. Þarna var náttúrulega ekki hægt að hafa uppi hefðbundna kennslu þannig að það var gripin upp hugmynd sem að ég held að góður skóla á Akranesi, grundaskóli, kennarar þar hafi fyrstir svona byrjað með núna, þetta að vísu hugmynd sem má rekja langt aftur, það var að nemendur mótuðu sitt eigið land, það var kallað draumalandi, þau urðu sem sagt að búa til land alveg frá grunni, ákveða landslag og landshætti, menningumál, efnahagskerfi, skipuleggja stjórnmál og svo framvegis og þetta endaði á mjög mikilli sýningu þar sem að krakkarnir sýndu löndin sín og fána og skjaldarmerki og skýrslur voru náttúrulega á íslensku, ensku og dönsku, sýndu gjaldmiðla sem búið var að hanna og kynntu þau mál sem að eyjarskeggjar töluðu. Gríðarlega skapandi og skemmtileg vinna. Þannig að röskun getur verið góð. Óttust það nógu mikið. Hún getur verið góða, já. Þetta er það sem galli í heilbrigðiskerfinu? Það er svona ótti við að breyta ykkur? Já. Það veit ekki lendi því að breyta ykkur og það verður verra. Við náttúrulega vitum hvað við höfum, sko. Þannig að þó að ástandið sé ömurlegt, þá veistu það þó. Þannig að það er sem sagt, og sem það maður segja svona klassískt til þess að læknastéttin ákveðlega íhaldssöm og það þarf ansi mikið til að breyta, þú veist að fá svona það sem kann breyta hegðun, semst, við náttúrulega tókum langan tími að læra þetta, þannig að við erum ansi djúpt investeruð í ákveðna aðferðafræði og þannig að ég held að svona náttúrulega er við mjög íhaldssöm, þannig að það er erfitt held ég að breyta, en ég menn það þýðir ekki að maður á ekki að reyna það.
Herðu, það er miklu meira fjallað heilbrigðismál í svona fréttum og umræðuþáttum heldur en menntamál. Já, það er kannski eðlilegt þegar er heimsfaraldur. Já, en það var líklega áður, ég geti eiginlega sagt að væri á þessar öld. Það er ekki launungarmál að okkur skólafólki finnst, hvað maður segja, skólinn og menntakerfið ekki nægilega í brennitefli. Og okkur finnst náttúrulega bara taka leikskólan sem dæmi, sem er trúlega mikilvægasta skólastigið. Af hverju er það ekki eftirsóttara en raun ber vitni að vinna á leikskóla, leggja grunn af menntun barnsins? Segðu mér. Já, það er sjálfsagt margar skýringar á því ef þú heimsækir leikskóla. Þeir eru sem betur fer stöðugt fleiri velbúnir, en ég hef komið inn á skrifstofu skólastjóra þar sem var varla pláss fyrir mig. Ég hef komið inn á aðstöðu sem átti að heita undirbúningsaðstaða fyrir stóran hóp og það var skrifborð og tölva fyrir einn. Þannig að En nýju leikskólanir? Af hverju tókst Finnum að breyta viðþorfum almennings og stjórnmálamanna til skólakerfisins þegar það er auglýst eftir umsóknum í kennaranám í Finnlandi? Ég man ekki alveg töluna en það komast samsagt mjög fáir af umsækjendahópnum að. Það er svo eftirsótt að komast í kennaranám. Hér erum við að berjast við að fá... Og hvað ræður því? Er það svona launin eða er það sess í samfélaginu? Já, ég hugsa að það sé samspila þessu. Það verður alltaf að vera þetta með virðing og sess. Já, og svo skiptir bara svo miklu máli. Þú getur ekki keypt hitt í burtu. Sjáðu, jákvæð viðhorf til skóla skipta bara gríðarlega miklu máli. Það að foreldrar hafi jákvæð viðhorf til skóla barnsins síns, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, tali með jákvæðum hætti menntun, ræði við barnið skólagönguna og hveti. Það er beint samhengi. Ég tók út skóla fyrir nokkrum árum. Ég hef verið sem talsvist í úttektum á skólinu. Ekkert rosalega skemmtilegt viðfangsefni, en ég hef samt lagt það fyrir mig. Reynt að gera það með uppbyggjandi hætti, en ég var þá með rýnihópa samtal við hópa foreldrum. Og ég hafði verið kallaður til vegna neikvæðrar umræðu skólan. Og það er eitt foreldri, kallmaður, svona aldur við Ragnar, sem talar með afskaplega neikvæðum hætti starfshætti í skólanum og sérstaklega skólastjóran. Og það slær mig strax þegar ég heyri manninn talað, það er þessi déjà vu tilfinning, þetta hef ég heyrt áður. Og ég fer að grufla í mínum gögnum og 2 dögum áður hafði ég tekið viðtal við hóp af krökkum á unglingastigi og ég tek fram upptökuna og hlusta á hana og þá tekur ungur strákur til máls og það var nánast sama setningaskipanin. Þannig að það hefði greinilega verið rætt skólan við kvöldverðarborðið og auðvitað tekur barnið mark á föður sínum. Er þetta svona? Og þetta börnin endurómi það sem heyra heima? Já, þetta skal gera það. Og við vitum það til dæmis að barn lesi með foreldri, að foreldrar lesi fyrir börn, þetta hefur gríðarlega jákvæð áhrif. Trúlega meiri áhrif heldur en það sem að kennarinn gerir. Þetta er þyngra lóð á vogaskólinu, þetta skiptir hlutur kennarans gríðarlegu mál, en viðhorf foreldrarna og alúð foreldrisins við menntun barnsins skiptir alveg gríðarlega. Þetta er þraut rannsakað. Varðandi umfang kerfanna í fréttum, þá ætlaði ég að spyrja að því þegar þú ert að fylgjast með fréttum og umfjöllunum heilbrigðiskerfið. Finnst þér eitthvað líkt með að vandinn sem er við að eiga inn í heilbrigðiskerfunum sé svo sami eða er vandi menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins óskilt? Þetta vantar gríðarlegt fjármagn inn í menntakerfið. Það þarf að skapa til dæmis leikskólanum allt of mörgum miklu betri aðstæður. Það þarf að greiða hærri laun. Það þarf trúlega að breyta starfstíma leikskólana að veri líkari grunnskólanum, af því að við erum að sjá það sem er dálítið dapurlegt að eftir að opnað var fyrir leyfisbréf, þannig að leyfisbréf gildir fyrir 3 aldurstig, þá hafa mjög margir leikskólakennarar fært sig upp í grunnskóla. En þess að styttri vinnutími eða? Trúlega minna álag og eitthvað rýmri
þú ert eitthvað sjálfstæðari, þú fær nokkra daga í kringum jól, þú fær nokkra daga í kringum páska og þú fær lengri tíma að sumarlægja, vísa eiga grunnskólakennar að nýta þann tíma að luta til endurmenntunar. Leikskólanum ekki einu svona frí fyrir hátíð og aðfangadag. Nei, það nú líka það er nú eitthvað það var þannig bara fyrir. Já, það er nú eitthvað reynd að eiga við þetta. En það vantar fjármagn. Hvað er meira sameiginlegt? Hvað er meira sameiginlegt við umræðuna eða vandann? Já. Eða kannski erum við ekkert að ná utanum vandann í heilbrigðiskerfinu í umræðinni. Stundum heyrir maður heilbrigðisfólk tala um það að umfjöllunin er allt svolítið skot upp í stúku. Það ná ekki svona einhvern veginn kjarna málsins. Nei, ég meina, það er náttúrulega þannig að það er okkar helsti vandi hvað okkur gengur illa að segja nákvæmlega hvað það er. Ég meina, við erum búin að tala um vanda bráðamóttökunar. Það var gera skýrslur bráðamóttökuna en vandinn er allt annar. Það er engin vandi á bráðamóttökuna, hann bara kemur fram þar. Það er bara það sem einkenni kerfi sjúkdómsins kemur fram. Að við höfum vanrækt heilsugæsluna, heimaþjónustuna, endurhæfinguna, elliheimilin, sjálfstætt starfandi lækna, ég meina allt kemur þetta niður að sama meiði. Að við höfum bara vanrækt svo margar að pósta að einkennin birtast þar. Þannig að það er hvorki hægt að tala upp bráðamóttökuna, að tala hana niður. Það er bara það sem einkennin koma fram og það er bara augljóst. Og ég meina við reynum að lýsa þessu, en ég skil vel að fólk verið þreytt og áttar sig ekki á þessu vegna þess að þetta er svo mikið og þetta er svo stórt og þetta er svo mörg vandamál. Að bara fólk gefst eiginlega upp á þessi bara hvað á maður þá að byrja þegar það vantar 300 legurum 100 endurhæfingarpláss. Það er ekki góð stað að standa fyrir framar rúuna og fallast hendur og ákveða að gera raunlega ekki neitt. Nei, en ég meina það er alveg glatað. Já, en það er alveg augljóst að það er náttúrulega því miður að þannig að það eru margir að gefast upp sem eru heilbrigðisstarfsmenn. Það bara berast fréttir af því daglega. Ég talaði hérna við Soffíu Steingrímsdóttur sem var hjúkrunarkona, eða hjúkrunarfræðingur. Hjúkrunarfræðingur og með henni margar vaktir. Já, hún var bara búin að vera nokkra daga frá þennan hætti, en að landsstjórinn sagði upp. Það sem ég fannst vera, það sem hún var svona, hún upplýði sig sem að því hún er í framvarðarsveitinni og þá er það hún raunverulega sem er eiginlega að svíkja sjúklinginn þjónustu sem hann á rétt á. Vegna þess að það er út af sparnaði og ýmsu öðru, það sem er ekki veitt að vera að skilja fólk eftir á göngunum og það er þannig að í fæi sem að hún elskar, í sjúkrahúsi sem að hún elskar, að þá er hún í því hlutverki að raunverulega framkvæma vangetu sem á uppruna sem bara eitthvað þar alltaf. Já, það er alveg rétt. Þetta geti ég trú að kennara upplifir líka. Já, við erum alltaf þegar við erum að tala heilbrigðiskerfi þá hefur umræðan mikið verið Landspítalann og vanda hans. En ég er alltaf upptekinn af þessari mismunum sem við erum að bjóða upp á og ég hygg að ef að Landspítalinn væri í góðum málum þá erum við mikið að tala um það hvað heilsugæslan út á landsbyggðinni, það þyrfti mikið að styrkja hana. Þú gerir það ef þú fer út á land eins og þú gerir og ég fer út á land og þegar maður ekki komið langt frá Reykjavík þá er þetta bara aðalmálið og þetta er svo djúpstætt og þetta grefur svo undan öryggi byggðarlagana að hafa heilbrigðiskerfið ekki í lagi. Ég held að fólk sem býr hér og fer ekki upp fyrir mikið fyrir Ártúnsbrekkuna átti sig bara ekki á þessu. Hvað þetta staða heilbrigðismála út á landi er alvarlegt mál. Það er líka, og bara til þess að nefna, ég meina það er að fullt af stöðum það sem er hreinlega bara læknislaust. Það er læknislaust í Borgarnesi, það er læknislaust á Ólafsvík og Grundarfirði. Ég meina það er ástandið það slæmt að það er læknislaust í Grafarvoginum. En vandinn er stærri á landsbyggðinni vegna þess að það gengur erfiðlega að fá fólk til þess að, hvað maður segja, breyta taktinum algjörlega og flytjast út á land og það má segja þá er það aftur því að fólk er skilið eftir kannski hálf bjarglaust, mætti ekki flytja eitthvað að þjónustunni svipað og pabbinar þeim við að styðja kennarann á Kópaskeri eða Þórshöfn, mætti ekki vera samsona stuðningur við læknin á Seyðisfirði. Ég nefndi Seyðisfirði því ég var að eitt svona Seyðisfirði og þá hafði læknin skilið og bærinn nötraði ótt að hann myndi flytja í burtu. Já, ég skil það mjög vel, bara til að útskýra hvurslags svona skuldbinding það er að fara og vera til að gerast héraðslæknir í ákveðinni sveit.
þú ferð ekki af heimilinu, þú ferð ekki meira en 30 mínútur frá vaktsvæðinu, það bara til þess að eiga þú ert einn ef slys komi upp þegar konur fæða þú ert læknir þegar þetta alveg ofboðslega skuldbinding og þetta hefur reynst þrautinni þyngra að fá, getur maður sagt yngri lækna til þess að þú veist, það eitt að vera læknir þetta að vera læknirinn með stórum greini og stóru elli og sérstaklega þú langt í burtu frá stuðningstækjum. Þú ert heilbrigðiskerfið á staðnum. Já, og það náttúrulega skortir þar að getur maður sagt að efla til dæmis eins og læknina að styðja hann og alveg eins og þú nefndir það hefur lítið verið gert annað en það hefur raunlega ekkert verið gert til að styðja neitt sérstaklega við heilsugæslan á landi með að fara að flytja þjónustu til þeirra, ég nefnt sem dæmi, það eru þeir læknar sem ferðast landið til sjálfstætt læknar þeir gera það bara því þeim datt það í hug. Það ekki vegna þess að einhver bað þá að koma. Það engin sérstök umbun fyrir viðviki, það engin þetta bara því að einhver á tengsl við byggðarlagið. Það fer hjartalæknir sem ég þekki vel til Ísafjörð, það bara því hann tekið vænt bæjarfélagið. Það augnlæknir sem fer til Egilsstað, það bara því að hún fer skemmtilegt að fara Austurseyju og svo skapaðist tíma svona hefð fyrir því að fara og sjá liðlæknadeildina í Vestmannaeyjum og það var bara einn læknir sem bjó til einhverja stemmingu við því að fá kollega sem til að koma að leysa af. Þetta er bara algjört frumkvæði starf að læknanna hálfu. Það er ekkert innbyggt í systemið til þess að breyta þessu. Hvort ég að hvetja þetta en styðja þetta? Nei, menn það ég nefnt sem dæmi til mín, ég á sjúklinga hvaðanæfa Íslandi og þeir fljúga eða keyra til að koma að hitta mig. Og ég hef hringt í Ísafjörð, ég hef hringt í HSA á Austurlandi og spurt hvað getum við ekki gert eitthvað. Það allir til að gera eitthvað, það enginn til að... Þú meinar að þú myndir taka rúmt einu svona mánuði og... Ég bara fara á Akureyri og hitta akureyrsku sjúklingum, ég með fullt af sjúklingum. Þetta hugsaði maður þegar maður út á landi, þegar við erum að tala vel að vanda. Það er miklu auðveldara, ég nefndi það við áðan, það er auðveldara að flytja þig heldur mömmu. Já. Og það er auðveldara að veita, að ég má nefna aðeins á Seyðisfirði, að ég var þar. Þar var ég að taka viðtal við konu, unga konu, 2 barna móður, einstæð, sem hafði búið í Hafnarfirði og hún hafði hvergi, hún bjó inni eftir skilnaðinn, bjó inni á mömmu sinni við algjörlega óþolandi aðstæður og til þess að finna ykkur að lausna á sína málum þá hringdi hún í öll sveitafélögin í kringum landið og þetta gott að væri félagslegt húsnæði á leigu og fékk það á Seyðisfirði, þannig hún fór bara í flugvél og flög til Seyðisfirðs og fékk inni með börnin á leikskólanum, gat unnið í kaupfélaginu og var ástfangin að Seyðisfirði, hvernig það verið tekið á móti sér, hvað það var gott og það að losna við álagið af húsaleigun fyrir sunna þýtti að hún gat raunverulega búið börnunum sínum og fjölskyldum sínum til svona sæmilegt líf eða svona öryggi og sæmilegt líf og ég spurði hana hvort myndir vilja búa í Hafnarfirði það eins og þú ert eða á Seyðisfirði í Hafnarfirði. Nú, okkur því að eldri strákurinn minn hann er langveikur og ég þarf að fara til læknis. Já. Þetta er svona staðan. Hún var búin að tala svona gæði Seyðisfjarðar en það bara strókaði allt út. Ég held að við í skólakerfinu þá séu margir vannýttir möguleikar með fjarþjónustu. Ég hef verið að fylgjast með talkennslu, veitta í gegnum fjarfundabúnað, sálfræðiþjónustu, pólskukennslu, svo ég tekki sem dæmi. Ég held að þetta séu möguleikar sem að... Og ættum raunverulega að koma lengra svona miðað við tæknina. Ég hef svo sem ekki yfirsýn yfir það hvað er búið að gera mikið af þess að veri áhugavert að rannsaka það. En möguleikarnir eru augljósir. Það má veita fullt af heilbrigðisþjónustu með fjarlækningum og svoleiðis og í gegnum tækjabúnað. Það samt þannig að það ekkert eins og að sjá þig í persónu. Og ég meina til dæmis það ekkert mál að vera með fjarlækningar þegar þú þekkir viðkomandi. Þau hefur búin að kynnast honum. Þetta er bara reynsla fólk af Zoom-fundum. Já, það er ekki hægt að kynna nýja hugmynd á Zoom og verður að gera það í hálftímu. Þú getur afgreitt eitthvað sem er búið raunverulega ákveðið að eitthvað eftir á Zoom. Ég hef áhuga þessu styðja við landsbyggðina því ég forðast þetta sjálfur. Það eru, ég held að Sjúkratryggingar Íslands eyði 800 milljónum króna í að fljúga sjúklingum til okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er góður stoppkostnaður í að gera eitthvað. Þarna er augljós sóknarfæri í að búa til einhvern strúktúr. Lækna lestina sem gerir. Nei, það er svo bylgjulestina. Nei, ég meina það, með allri alvöru. Það eru
fleiri sóknartækifæri og bara aðeins hugsa aðeins öðruvísi, sama skapi eins og ef að fólki sem vinnur með sjúklingum spurt. Já, ég meina, ég nefndi bara, ég nefndi annað dæmis að því við erum að reyna að auka framleiðni sem mjög leiðilegt orð þegar maður að tala heilbrigðismál, þegar við erum að tala umhyggju og þjónustu og annast fólk. Það verið að tala að láta fólk vinna lengur og hleypa fleiri læknanema að, menn það bara svo langt til það skilar árangri. Það tekur svo langan tíma að útbúa eitt stykki gigtaland, það tekur allavega 16 ár. Það væri miklu auðveldara ef það væri einhver strúktúr til þess að hvernig þetta bæta framleiðinni mína. Þegar ég geti fengið aðstoðarfólk til þess að hjálpa mér, hjúkrunarfræðing, sjúkraliða, Við erum að halda nýsköpunardaga lækna og heilbrigðisstarfsfólks. Já, hvernig væri það? Nýsköpunardaga skólakerfisins. Þeir eru til. Já. Heyrðu, við erum að tala heilbrigðiskerfi og svona, en að þið eru feðgar, þá vil ég aðeins að tala það. Og þeir sem eru að horfa á okkur, sem eru náttúrulega hlusta, því þetta bæði podcast að horfa, sjáu þeir í sömu skyrtunni. Já, við erum í líkri skyrtum. Ég finnst mín aðeins meira, hún aðeins flottari minn, en mér finnst hans mjög flott og það vegna að ég gaf hann. Álega það að ég bæði litlindur og sáður algjörlega smekklus. Þannig ég leita mikið til svona minna þegar ég þarf að kaupa mér föt og stundu til konunar líka. Hvernig pabbi var, ég get sagt þér að Ingvar var frábær kennari, sem að ég alltaf að segja þetta, ég alltaf að hæla nú allt, segja sögur að því. Ég veit ekki hvort ég þora að segja sögu að hann varð umsjónarkennar okkar, það var bylting í Vogaskóla. Hann kom fyrst inn sem aflýsingakennari, af því að kennarinn okkar hafði veikst og svo náðum sér aftur, með þá gerðum við byltingu og fórum í verkfall og svo ekki vilja halda áfram nema Ingvar kæmi. Ég man að Ingvar kom og bað okkur í guðsbænum að hætta þessu, fyrir þess að hann náttúrulega leit ekki vel út á kennarastofunni, það vera krakkarnir væru komnir í eins og eitthvað sértrúarsöfnuð Ingvars. En skólastjórinn leit eftir okkur, Helgi Þorláksson, sem var nú líklega með íhaldssamari svona allavega utanfrá séð í útliti skólastjórum á þeim tíma. Já, en ótrúlega, hvað maður segja, framsýn. Hvað var það viðhorf? Mikla trú á hans samtal var svo öðruvísi heldur líktir með Pétri. Hann var hljóðstund á sal og svo hélt hann ræðu. Hann vildi frekar hafa orðið, ég veit ekki það, en einn af nýjungunum í kennaranámi sem ég hef bundið mikla vonið við að síðasta árið núna starfsnámsár, þannig að þú ert í hálfu námi og helst í hálfu starfi. Miður vegna kennaraskorts þá eru mjög margir í fullu starfi eða allt á miklu starfi. En við höfum grafið það upp að Helgi Þorláksson hreyfði fyrstur manna hér að því að við sjáum þessari hugmynd og það var 1958 eða 9. Ég bara, þetta láti þetta eftir okkur náttúrulega ótrúlegt Þannig eitthvað, hann hefur ekki verið íhaldsmaður mikill. Hann var mjög áhugasamur bara skólaþróun. En spurningi var, hvernig kennari var, hvernig pabbi var Ingvar? Hann náttúrulega ekki bara hann algjörlega, þetta náttúrulega einstakur maður og ég hef náttúrulega notið þeirrar gæfu að fá að vera alveg upp af honum og móður minni. Og ég meina ég man vel eftir því að þetta var líka tilrauna eldhús heima. Það voru framkvæmdar ýmsar svona uppeldis tilraunir að mér. Þeir fengu 1000 kall bræðurnir til að fara með upp í Sunnukjör. Það var löngu síðar. Það var miklu síðar. Svo í sömurskólunum áttu bara að ráða hvað er í matinn. Já, en sem sagt, alveg þegar ég bara smákrakki, þá var verið að gera svona einhverjar tilraunir með mig að læra utanbókar og læra stafina og læra að lesa Hann lærði, ég held að hann hefði kunnað 150 orð þegar hann var 2 ára. Það var gert mikið grína mér. Ég kynntist ástralskri aðferð til þess að kenna lestur. Teaching your infant child to read bókin. Þannig að það verið engi friður, þú varst bara í vöggu þegar þetta byrjaði. Mér datt í huga að gera tilraun með þetta og það var hæðst mjög mikið að mér fyrir að reyna þetta. En þú fórst ekki út með neina kennsluaðferðir nema hefði verið þrautreint heima? Ekki nóg, svo náttúrulega líka verið með mjög minnist að pabbi og mamma, þau lásu mikið fyrir mig og pabbi var mjög metnaðarfullur í því. Ég meina, hvað var ég gamall að last Símon Bóli fyrir mig? Og Jökulinn. Hvað var ég gamall? Ég hef verið 5-6 ára. Nei, þú hefur verið 10-11 ára. Nei, ég var miklu fyrr. Var það miklu? Já, ég var pínulítill.
En það, ég meina þannig að, og svo fyrir utan það náttúrulega að þetta sem sagt ótrúlega fyrirmyndað eiga. Hann nennasti maður sem hitt. Já, alltaf að. Nei, bara hann alltaf að. Og það vegna þess að hann gerir bara það sem hann áhuga á? Já, hann gerir mikið af því sem hann áhuga, hann nennir samt öllu. Það ótrúlegt að hann svarar yfirleitt við öllu vitaskuld. Biður hann eitthvað, biður hann greiða aðstoð, það alltaf vitaskuld á hann og alltaf tíma. Ég verð að rengja þetta. Ég byrjaði með dattið í hug hvernig næstu fyrir ári að fá okkur hérna saman. Já, það hefur tekið allar tíma vegna þess að hann hefur aldrei tíma. Hann uppteknasti eftir hann í Færeyjum, hann á furðulustum stöðum. Þannig okkur hefur ekki náð ykkur saman og ég var að hugsa á leiðinni upp yfir, ég eiginlega bara að gleyma því á hverju þetta að vera pænt í þessu samtali. Hvað ég óskónum alltaf að tala. Já, en hann ótrúlegur, sko, nenninn og já, bara. Þetta alveg einstakt eintak. En við vinnum heilmikið saman, sko. Þú hefur ekki verið eins heppið með son eins og hann var heppið með föður. Þú hefur ekki verið eins heppið með son eins og hann. Já, dásamlega sinni. Og tengdadóttur. Vinnið þið saman hvernig þá? Já, við vinnum heilmikið saman. Og þó að hann sé, sko, skráður höfundur bókana sinna, sko. Það stali öllum þessum uppskriftum. Nei. Við lesum bróður hans og ég við lesum uppskriftirnar og höfum skoðanir á þeim og bróður hans Kjartan, hann eldar með Ragnari áður en að teknar myndir. Hann verið með mér í eiginlega öllum verkefnum sem ég tekið mér fyrir hendur og svo pabbi verið með því, ég nokkuð fljótfær. Þá pabbi sagt kröfu á það að hann lesi yfir allt sem ég skrifa og byrti vegna þess að hann vill ekki láta sjást að sonur sinn ger svona mikið að starfsninga við það væri honum til háborna skammar. Ég sagði áðan og væri svona dellumar, ég fylgdist með þér þegar þú varst líklega svona þegar þú varst að byrja í þessu lækningi eldursunni og þá var svona rosaleg della við fyrir að búa sér til heiði beikon og svona eitthvað svona bara all-in og þau voru búið til osta og þú hefur bara gert allt sem hægt að gera. Bara allt sem þetta já. Ertu búinn, ertu orðin bara normal kokkur í dag? Nei, ég enn að þetta náttúrulega mitt aðal, þegar ég ekki að hugsa heilbrigðismál og vinnuna sem sjúklingana mína til þess að hætta að hugsa það tíma. Dásalegt, það skræla kartöflur bara. Þá bara, skera sveppi og lauk og steikja. Gefa fólki að borða. Þú ert líka mikið. Já, mér finnst þú gaman, ég ekki... Þú skrifaðir lengi, heilmikið mat. Ég stal uppskrifaðir, svo sannarlega. Það var 7 tíma lambalærið. Þannig að ég held ég að mér þess að birtana og ég man ekki hvort ég gat heimildi. Ég reyndi allavega að stela henni eins vel og ég gat. En ég sá alveg, ég hafði annars konar áhuga, sko. Ég byrjaði að skrifa mat vegna þess að eftir hrunið þá misti ég eiginlega málfrelsið af því að unnið hjá fyrirtæki sem baugur átt við hluti þannig að það tók ekki mark á því hvað ég sagði og ég hef verið að skrifa bara frá því að ég gaf upp bekkjablað og ég var það náttúrulega að finna ykkur leið á því og leið framjá því að geta fjallað samfélagið og þá heyrði ég viðtali við John Adams sem tónskáld í Kaliforníu kom hingað bara núna fyrir í vor held ég þetta svona bara stóru tólskáttunum hann sagði var að tala svona ástandi í menningunni menningar umræði í Bandaríkjunum það var eiginlega ónýtt þetta væri ekki allt gengið út frá því að fólk hefði vitað og þetta hefði líklega verið betra þegar fólk spilaði hljóðfæri heima hjá sér og gerði eitthvað það var eina menningar umfjöllunin sem að hann hlustaði á og leitaði upp í matreiðslustöðvar væri mat þar væri fjallað raunverulega menningu sem fólk stundaði sjálft og þar inni væri raunverulega hægt að fjalla allt og ég hugsaði, já, ég get gert þetta og þá gat ég fjallað raunverulega samfélagið og ef að einhver fer og næri þessar gömlu greinar þá var það mikið til hvernig kapitalismin að hrörna og að eyðileggja heilsu okkar og hvernig stórmarkaðir eru skrýmslu og eitthvað fleira en ég var að fjalla mat samt. Ég las fullt að þessum skrifaði Þú ertu alveg aft ákafur í því og áður var? Nei, ég skrifaði nú bók fyrir senustu jól og við erum að vinna í sjónvarpsþáttum þegar ég... En hvað endar maður þegar maður svona mikið áhuga mat? Endar maður því að vilja hafa bara eina pönnu og einn hníf? Nei, alls ekki. Og hafa bara tvö hráefni? Nei, alls ekki. Mér finnst samt, ég er búin að fara náttúrulega svo margar bylgjur og búin að en það sem ég finnst skemmtilegast að elda það sem myndi kalla sænsku húsmannskost
sem bara almennilegur heimilismatur. Sem ætlast til þess að eitthvað 30 ára og eitthvað nýræður getur notið saman. Já, mér finnst það skemmtilega. Það sameinar flesta. Ég þoli eiginlega ekki, þó er mér gaman að fara og borða það sem svona eins og theater. Ég þoli ekki svona molecular gastronomy. Ég held þess að þetta Ég þoli þetta bara ekki. Nýfrjálsíktímanum, þetta einstaklishyggjumatur, það sem einhver svona rosa stjarna eldar bara fyrir þig, rándýrt, engin annar kemst þarna inn. Ég held að bylgjan sem að koma í matagerðarlist akkurat þess að þú ert að lítið. Ef þú ert að elda mat, þá verður einhver 30 og nýræður að geta notið þeim saman. Og líka þetta er samfélag. Já. Og líka bara þetta ég held að þessi stefna í matseld, hún mun ekki hafa neinn svona sérstök kultúrel áhrif, þannig að það er eiginlega vonlaust. Ég hef fjárfest talsverðum tíma í að læra að gera þetta. Og ég á ég á allar græjurnar. Þetta er bara allt of mikið vesen, þetta tekur allt of langan tíma. Þetta er fullkomlega ópraktist annað en sem bara kannski einhver svona listræn tjáning einhvers listakokks. Fyrir allan almenning er þetta bara algjör tímasón. Við eitthvað samt heilum daginn í að búa til maískokkur alveg frá grunni. Ekki heilum degi, við vorum í 2 klukkutíma og þú ert að sjá það, pabbi uppgötaði það nýja sérstaka, það þjá ekki sem svona til að búa svona tortillapressu. Þá fann faðir minn upp á því að það væri best að setast hana þar. Þannig að mamma og pabbi skiptust á hann var að sjálfsögða með brett á milli, þau hjónin skiptust á að hlamma sér ón á kökunar að kremja þær út. Fólk hefur almennt bara séð myndir af allum er þetta góður matur? Já, hann er gríðarlega góður. Og það er alltaf góð stemming. Það er nákvæmlega þetta samfélag sem varst að tala áðan. Kvöldverðarborðið. Já. Stundum kannski vantar herslumun á að samræðurnar haldi. Þú getur punkt að hjá þér og svona. Það var flestir mest gaman að því að hafa orðið. Við erum líka að hitta fólk af og til springur út í eitthvað pólitískt rifrildi og eitthvað svona. Það er nú samt alltaf með hlýju og vinsæm þó að sumir hækki róminn og það. Þannig að bara En endum hérna, því þú erum með skólakerfið og svo erum við kokk. Hvað með matinn það er í einhverjum ólesturinn í skólakerfinu, það sem er verið að flytja mat sem er eldaður í einhverjum iðnaðareldhúsum í Keflavík og Kerður og það er ekki eins og bökunarlykt eða nýr matarlykt inn í skólunum. Akkur eru ekki krakkarnir að elda eða ráða því hvað er í matinn og maturinn sem er snerting okkar við náttúruna 3 sinnum á dag, langsterkasta snerting við náttúruna. Akkur er ekki svona almennilegu þáttur í skólastarfi? Já, þetta er bara mjög góð ábending og ég hefur haft mjög mikinn áhuga á því að breyta þessu í þessa átt sem þú ert að lýsa og það er náttúrulega bara yndislegur leikskóli í Kópavogi sem heitir Aðalþing sem hefur þróað sem sagt matstofu, það er allur matur unnin þar frá. Er það ekki Hörður Svavarsson? Já. Það voru í Svíþjóð voru nokkrir sem sagt kokkar sem tóka sér leikskóla og gerðu það sem áskorun til að sýna fram á það að fyrir sama fé og hægt að kaupa matinn frá einhver iðnaðareldhúsi gátu þeir eldað seasonal nær lokal pródúseraðan mat fyrir börnin og þeir eru líka glaðari með matinn. Ég er algjörlega sannfærður það og það mun þá að vera kokkur inn í hverjum einasta skóla en maturislumaður að kokkur að matráður eða whatever sem eldar og bakar og fær börnin til sín og eldar og bakar við að borða saman. Fyrsta skipti sem ég var í Svíþjóð vann ég á prívatklíník sem gerir liðskiptaaðgerð þeir tóka sér að reka giktargöngudeild og það mörgur þetta skemmtilegu staðar til að þegar þú fórst að borða mat þú sast alltaf með sjúklingun sáttu bara spjölluðu og læknirinn sem skarið daginn áður henni bara að borða kjötbólur með þér mér fannst þetta geggjað og þetta, ég held að og á mínu heimili þetta við setjum saman og við borðum mat mamma og pabbi kom oft í mat og við förum oft í mat þegar þetta er það sem heldur hópum saman, bara varðeldurinn að borða saman. Bara í mínum úttektum og mínum heimsólum í skóla þá sé ég bara að mötunettið getur haft bara áhrif á staðblæðin fullkomlega. Já. Og ég hef komið í skóla þar sem að börnin hafa sagt mér það er ekkert hægt að læra í þessum skóla eftir hádegi vegna þess að við erum svöng og við getum ekki borðað matinn sko.
Og svo þetta náttúrulega ómenning að elda eitthvað í Keflavík og gera þetta í Reykjavík. Já, eða norður í land. Já, ég heyrði það nú að Þelamerkurskóli hefði boðið út, ég held þessu gömulsaga, svona 34 ára gamall, hann bauð út matinn sinn og það var einhver á Suðurlandi sem hann vann, þannig að maturinn ekki heyrðu frá Suðurlandi upp í Þelamerkurskóla. Það er alltaf bara algjörlega tómt ella, einhverjum skulle detta það í hug að þetta sé betra eða ódýrara. Svo þetta óhollara. Og þetta er náttúrulega klárlega óhollara. Það er náttúrulega bara þá að elda í skólum, þá að elda á sjúkrahúsum, þetta sem sagt, ég ætla að hrósa Landspítalanum fyrir eitt, af því ég er alltaf að segja eitthvað neikvætt starfsemina. Þar hefur verið gerð smá gangskurri því að bæta mat, sem sagt, matinn þarna. Það hefur tekist mörguleiti ágætlega. Ég man þegar ég var annað sem unglæknir, það var þetta alger skelfing, sko. Maturinn var svo hræðilega vondur. En það er núna það er allur annar bragur á því hvernig matur er fyrir starfsmenn. Það hefur áhrif á stemminguna þann daginn ef grillaði kjúklingurinn, ef hann er bragðgóður og vel eldaður og sósan er ekki too much, þá er bara fólk miklu ánægðara. Og ég get nefnt eitt dæmi, af því það er eins og bráðamóttakan, var einu sinni þannig og er það hann í dag. Og það skýrir oft hversu það er að fá fólk til að vinna á þessum algjörlega crazy stað svona lengi. Þú veist, það að fólk er að gefast upp núna, það hefði alveg ekki að gefast upp fyrir 2 árum, 3, 4, 5, 6, 7, þetta er búið að vera alveg ómögulegt forever. Þar var alltaf gætt að því að starfsfólkið að koma í vinnuna gat fengið smá moment til að borða nýjan hafragraut, það voru soðin egg og það var rökkbrauð og ostur og gúrka og kaffi og djús og eitthvað. Og samfélag. Smá samfélag. Og ég er algjörlega sannfærður það. Þetta er það sem hélt starfseminni saman miklu lengur en nokkur sinni innistæða var fyrir. Ég fer ekki ofan að því. Að þarna var búin til einhver andi, þess vegna hélt Soffía út þangað til bara núna daginn. Ég held það. Ég ætla ekki að gera upp ykkur skoðanir. Þessi samstæði hópur var svona einstakur vegna þess og sama á deildinu minn á A2, þar sitja starfsmennin niður í byrjun dags, fá sér kaffi saman, aðeins að ventilera, geta að loka hurðinni, blásið aðeins út, borða saman morgumat, fara þessu út í daginn. Ég held að breyti öllu með vinnustæðina að hafa svona fyrir starfsmennina að sé eitthvað hlúða þessu. Það vera skólagarðar við alla skóla, það vera gróðurhús við alla skóla. Núna eiga að vera að fara til berja og vera sulta og búa til krækibærasaft og baka sitt í brauð. Ég hefði trompet til þess að blása undir þetta. Við erum saman á þetta og við endum þarna á þessum svona grundvallar atriði menningar. Sömuleyti voru við að þværast þar í kring. Ragnar Freyr og Ingvar, þakka við kærlega fyrir að gefa okkur tíma til að staldra hérna við og spjalla við mig og hlustundu fyrir að hlusta á okkur. Þetta er svona helgarútgáfan sem við erum með á Rauðaborðinu. Næst verður Rauðaborðið á mánudaginn klukkan 8, þá ætlum við að fara yfir fréttirnar þann daginn og fjallum ýmsa hluti, meðal annars geðraskanir og nýjar hugmyndur hvernig á að bregðast við þeim. Við sjáumst þá og góða helgi.